too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Fávísu hlustendur, þetta kvikmyndahlaðvarpið Tveir á toppnum, þáttur 130, sennilega svona þriðji síðasti þáttur þessu ári, þeir verið ekki mikið fleiri? Nei, það nokkuð? Nei, ég held ekki, ég veit það ekki. Heyrðu, þetta svona jóla uppbytunar þáttur kannski, og ég ávarp ykkur sem fávísu hlustendur vegna þess að við erum komnir með Hafstein Sæmundsson, sjálfan bíóblaðarann í stúdíó. Velkomin, Hafstein. Takk fyrir að bjóða mig, strákar. Já, við mátum bara þakka fyrir að við bjóðum þér eftir útreiðina sem við fengum í spurningakeppninni hjá þér í bíóblaðaranum það. Það var ekki aðalega ég sem fekk útreiða. Var ekki aðalega ég. Já, ég náttúrulega, ég spilaði svo oft rassinn úr buxunum hjá okkur með einhverju kokkinessi, sko. Já. En þú stóðstu vel, Tóti? Já, nei, það var þessi hróki, sko, hver á að byrja og eitthvað svona. En þetta var ógeðslega skemmtilegur þáttur, Hafstein. Þetta var bara algjörlega geggja með fárlega miklu prógrami, fárlega gott, Tóti hans að bregða sér að pæna. Nei, Hafstein, ég var svo ánægð með þetta var svo fjölbreytt spurningar, svo mikið liðum. Og hvernig var þetta aftur? Býtu, einhvern veginn varstu með póster, þú varst með plaggött, og við ættum að, hvernig var þetta? Gíska karakterinn og alls konar. Já, ég sérst mitt hlaðvarp í vídeo líka, það á YouTube líka og Spotify. Nefnilega, já. Og ég nota sjónvarp í stúdíónu og ég var með plaggött sem ég múin að taka titilinn. Já. Svo þið bara segja mér hvað með þetta. Einmitt, akkurat. Býtu, hvað ertu búin að vera með þetta podcast lengi? Ég hef nú einu sinni kallaði, maður segði því Hafstein, ég kallaði eitthvað guðför íslenskra svona sjónvars, svona kvikmyndapodcasta. Veit ekki með það, en takk fyrir það gæluna. Ég byrjaði 2020, júlí, 5 ár. Það eru komin 5 ár, já, þetta byrjaði þetta sem svona COVID, dæmið. Já, ég var búin að ákveða þetta fyrir COVID. Já. Ég bara stutt frá því, ég brann út í vinnu minni á sín tíma og var svona að íhuga hvað ég ætlaði að gera. Já. Ég las bók sem, má ég blóti í þessu podcast? Já, það má, alveg 100%. Ég las bók sem hafði mikil áhrif á mig og ég að blanka á nafninu. Já, ég skil það. Það að því að þú... Það ekki líkt mér. Já, ok. Þetta svo mikið þegar maður komið in the moment, sko. Þetta hvernig það að vera meira sama. Svona drullu sama allt. Ég las hana og hún hitti markja mér, þessi bók. Mjög perrar ég sé að blanka á nafninu. Og eftir það ákvað ég að svona blanda því, lesa þessa bók og ég hættir hann í vinnunni minni og svo fyrir ég íhuga svolítið sem félag minn sagði við mig alveg fyrir einhverjum árum áður það sem hann sagði, ég var alltaf nörd af honum, ég kynntist honum á vinnustað ég var alltaf að tala bíómyndir og hann sagði við mig á sín tíma eitthvað, okkur prófaður ekki að vera með podcast og ég sagði bara, ertu klikkar, ég engan áhuga því ég algjör svona introvert að vera að tala ykkur mæk og ég eitthvað svona miðpunktur aðteglunar, bara ég engan áhuga því en svo poppaði þetta aftur í bjöðsunum mér á þessu tímapunkti ég hugsaði bara, fuck it gera það bara, prófa það bara og svo bara gera 300 okkar þætti það rosa einmitt nákvæmlega og ég bara, mælum með hlustinu bara einmitt, þú er búin að taka fyrir ekkert eðlilega mikið og það mjög mikið bara mismunandi þemur, þú er náttúrulega búin að vera með ekkert eðlilega mikið að gestum, ég hef komin til hérna að minnst tvisvar, ég eitt svona fálega velan Star Wars þátt manni einu sinni, það eru hvað, svona 150 þætti sem ég kom til þinn það eru 3-4 ár síðan á mjög gaman var ekki Tómas Gauti með okkur? Jú, Tómas Gauti Jóhannsson akkurat, snillingur algjör snillingur Nei, þetta er svo fárlega vel gert þegar sko, þegar ég og Tóti hugsunum nákvæmlega eins, þetta stoppa okkur alveg 100% þessi svona hugsun einhvern veginn hvað segir maður, einhvern veginn bara, þú veist vera minna sama einhvern veginn, skilur við að svona vera, þú veist meira sama, við einhvern veginn pæltum mikið ég pæltum mikið, ég get ekki stóðum podcast, get ekki verið einn annar bara
Býta aðeins, ég ætla að hleypa Tóta hérna. Er hann læstur? Er hann læsta sig út þegar? Herra, þetta er bara one man show. Þetta er bara one man show. Viltu að ég tali eða ætlar að klippa þú þetta? Nei, þú er að tala. Þetta verður með í Hér er ekkert klipt. Það er nefnilega, hlustendur tvekja tóknum vita að við klippum aldrei neitt sem kemur fram í þessu þetta. Það er unbelievable dæmi. Þetta er einlega, við erum að taka þetta live, grínumst oft með það. Ég hef klippt hjá mér, sko. Já, einmitt. Þá er ég að tala ekki bara... En þú ert alveg í eftirvinnslunni, skil. Þú ert mikið að pæla í þáttunum og svo framsetningu og svo framvins, er það ekki? Jú, ég gerir allt sjálfur í podcastinu, en ég hef lent í því að þegar ég er að klippa þátt, svo er einhver sem segir eitthvað. Einmitt, já. Og ég var svona... Ég hata konur. Er það þannig? Já, þetta er náttúrulega allt ófílterað. Já, þetta er svo þannig okkur. Það er helst ég sem þarf að passa mér. En við pössum okkur aðeins meira. Læra að klippa svona óttur náttúrulega nennir ekki Nei, en við pössum okkur samt alveg þeimun meira sko. Þú veist, ég er ekkert opinbera það að ég sé nasisti. En svo vitið ekki Ég er að tjóka, ég er að grínast. Í andrúmslofti er aðeins búið að breytast. Fyrir 2-3 árum þá var þetta aðeins viðkamara. Einmitt. Það er bara þannig. Þetta er aðeins orðið svona aðeins frjálslegra og ég er ekki að segja að einhverjum mínum gestum hafa sagt eitthvað svakalegt. Þetta er kannski eitthvað sem var orðað svona skringilega og ég hafði þá kannski sambandi við komandi og var bara svona þú veist, ég er að hlusta þáttinn þetta hljóma svolítið illa hvað veit að gera, skil Þetta tóttir náttúrulega, þú hoppar aðeins út við vorum aðeins að tala af hverju Hafsteinn byrjaði með podcastið, það er 5 ár síðan tæp og hann, þú las bók þar sem að bóðskárum var að þú ætti ekki hugsa eins hvernig var þetta aftur Já, og ég segja söguna aftur Nei, guðana bara Hún heit bókin, mér finnst það að heiti eitthvað svona The Art of Not Giving a Fuck Já, þessu bók Heitur það? Já Ég var að blanka nafninu Já, ég held það Appelsnugul einmitt Já, geðvikt Hún hafði svona mikil áhrif á mig og fekk svolítið svona að hugsa sko af hverju ekki En þetta er 100%, þetta er eitthvað sem maður hefur Ég held að ég hef stofnað podcast með Tóta miklu fyrr ef ég hef ekki einmitt verið smá í svona eitthvað allir fólki finnst það asnalegt eitthvað svolítið sko En ég var ekki að hugsa það beint sko Ég var aðalega að hugsa ég hef ekki áhuga þessu Ég hef ekkert áhuga að tala ykkur mæk verið fram með einhverja myndavél það er ekki ég á meira þannig sko svo bara hugsa bara fuck prófum þetta bara Nákvæmlega og 5 á liðin 300 og eitthvað þættir að það ekki, cirka Já, ég var að gefa út þátt bara í dag sem var svona eldri áskrifta þáttur ég á mér áskrifta tímabili sem ég hætti með og ég er svona opnað fyrir á hægt Þetta er lögurlega 30 ára gamall þáttur en margir sem ekki heyrt hann sko Einmitt Það sem við erum að tala um Avatar Já, einmitt, það er nú viðandi núna Ég og Jóhann Leplat Já, ok Við erum að tala um Avatar 2 Já og hann er, þú veist, númer 333 Já Það er slatti Já, voruð þið eitthvað búin að tala um erindi hans hingað í dag? Nei, ég er nefnilega að því við náttúrulega vorum hjá þér hann var í miðri Það sem að ég niðurlaði mig Tóti stóð sem ég vel í spurningu hérna Það er náttúrulega að því þú ert búin að gera heilt spil Bíóspil, bíóblaður Heitir það sem var alltaf draumurinn minn alveg frá því ég byrjaði með podcasti planið var alltaf að gera podcastið eða hlaðvarpið podcastið heitir Bíóblað og að gera podcast byggja upp hægt og hægt svona gegnum árin og búa til eitthvað svona hóp sem er að hlusta reglulega svo var alltaf drauminn að gera spurningaspil bæða því ég hef alltaf haft mikið áhuga á spurningaspilu sjálfur og ég var fann að setja þetta inn í þættin ég er með svona quiz þætti svona spurningaþætti Já, þú ert búin að gera alveg nokkra Ég er að gera örgulega 10-15 þannig þætti í gegnum árin en málið er ég afsæki Þú er svona rosalega með svona lúnabólku Það er flensa ganga, allir ef viðkomandi hlustandi er í áhættu farið í flensusprautur Allar sprautur Það ætlar nú að fá antivaxurina Það er að klippa þetta Þetta er podcastið fyrir öll Endilega klára þetta þá hafði ég í rauninni áðun í byrjun podcast alveg mörgum árum án ég gerði það þá var ég alltaf upp á djóki að semja spurningar við vini mína þannig að ég var með svona spurningakeppni svona bíómyndaspurningakeppni og fekk vini mína og Sandi, ég var spyrill bara þú veist heima við mér þetta var svona rökrétt þróun hjá mér að fara út í að gefa út spil og það er lóksins komið og það er lóksins skrítur með að horfa á kassan það er svona pínu óraunveruleika tilfinning það ekki
Jó, þetta hellingsvinna bak við þetta. Þetta náttúrulega rosalegt og þú talar að þú ert með í erfiðleika stigum, ekki? Jú. Þetta svona léttast, eða þú veist, léttast og svo aðeins erfiðara og svo erfiðast. Já, ég tek fram og svo sér þú skoða kassan, svona appelsínugulur kassi, bíóblaður, það stendur þetta kassanum, einfalt spurningaspil fyrir alla kvikmyndaðadóndur. Já. Ástæðan fyrir ég skrifaði ekki einfalt spurningaspil fyrir alla, að því að þú horfir ekkert á bíómyndir eðlilega þá veisturinn lítið sem ekki neitt í þessu spili. Þetta hugsað fyrir fólk sem hefur allan eitthvað vott af áhuga á kvikmyndum. Að því ef ég var alveg hreinskilinn þá alveg nokkar spurningar í spilinu sem alveg svolítið erfiðar. Já, það verður líka alltaf náttúrulega þegar fólk að spila, sko. Það verður náttúrulega að skilja hafrana frá sauðunum, sko. Það verður eitthvað að vinna. Tóti, verður ég og þú ekki að taka smá keppni hérna? Jú. Fólk hefur enga trúið mér, en ég ætla að sanna mig hérna einhvern veginn. Þú getur sanna þig. Bara koma að 3 punktum áður en við dembum okkur í bíóblarið. Já. Það í fyrsta lagi, og eitthvað sem mér syns nú íslenski fjölmiðlar svolítið að soga á verðinum, en Sight and Sound búið að birta lista við 50 bestu myndir ársins sem líða. Já. 27. sæti Ástin sem eftir The Love That Remains eftir Hlynur Pálmason. Í alveg? Já. Nú byrjuðu íslensk mynd? Já, íslensk mynd. Geðvögt. Með sögu... Já, með sögugarðas og fleirum. Og fleira góða. Skandallamaður hafi ekki séð þá mynd. Já, ekkert vera að segja frá því. Nei. Þetta er bara frábær frétt. Við köttum þetta út. Köttum þetta út. Já. Nei, það geðvögt, það rosalegt. Já, þeir setja One Battle After Another í fyrsta sæti, en þarna 26 sætum á eftir, þar bara Hlynur Pálmason. Wow, mjög gott. Það helviti gott. Svo var Down Cemetery Road að klárast á Apple TV í gær, sem ég hef nú ekki nefnt áður að byggir á fyrstu skáldsögu Mick Herron sem skrifaði Slowhorses, Slowhorses. Og af því að þetta á Apple TV streymisveitni, þá ég ekki búin að sjá þetta og valla heyrum þetta, nema hér í 2 tónum. Ég held að þetta sé, þetta ekki hjá símanum? Jú, öruglega. Ekki Apple-þæknir, nei. En þetta getur verið þar, það getur verið þar. Ég ætla ekki að... Anyways, bara ég tók eftir ég er búin að vera að horfa á þetta. Þetta klárast í gær, 8 þættir. Þetta er spennandi og gott, ekki Slowhorses gott, en Emma Thompson þarna í banastuði og fleiri. Nema hvað, það síðustu allavega 3 þáttunum, þeim leikst af Berki Sigþórsssyni. Þannig að það Íslendingur þar að gera sér breiðan líka. Í alvörni. Okay. Og hann hefur nú, hann leikstari heldur mér allir fyrstu sérinu ófærð einhverjum þáttum í Kötlu og einhverjum þáttum í Endeavor sem er ungi Mors sem eru frábærir breskir sakamálaðir bæði vegi. Þannig að þú veist að bara Ísland bara með stöngin inn bara raðar inn mörkunum núna einmitt, íslenski leikstur nú Ugla var með Alienur, einmitt, já, nákvæmlega. Og svo bara í restina að það í bíótekinu í Bíóparadís á sundaginn þá verður sýnd Óðal feðrana frá 1980 eftir Hrafn Gunnlaugsson eina myndunum sem hvað má segja hafi startað íslenska kvikmyndavorinu og Hrafn sjálfur verður það er spurt og svarað eftir sýninguna Bíóparadís 1930 á sundaginn hvað, 14. desember 14. desember, vá maður, kíkja hann sendi mér Facebook skilabóð og sagðist nú þykja væntum að sjá mig en ég veit ekki Ragga mín 17 ára þennan dag en ég ætla að reyna að komast í þetta já, þú ætlar ekki að beila á amali dóttuðinnar nei já, ég skil það já. Heyrðu, þá sem sagt bara svona helstu tilkynningum og svo líka að því að Gussi með okkur í þjóðverðinu þá kannski að keira prógram áfram en við ætlum ekki að spyrja Hafstein hvað hann að horfa á þessa dagana Jú, gerum það Hafstein, hvað er það að horfa Vil ég fá alveg svona Nei, bara svona helst stendur upp úr bara kannski síðustu vikur Já, bara eitthvað sem bara fyrst sem mannsleit af því ég náttúrulega oft mætti þennan þátt bara þannig veitir Hafstein ætla að segja eitthvað svona, já, ég að horfa þetta glimti svo bara kem ég heim og bara, já, heyrðu ég að horfa þarna danska krimman á Netflix og segi það ekki hér Sko stutt bara Já Ég ætla ekki að vera neikvæður þetta Jú, besti þátt sem við hefum tekið sko, sem var ekki 2 tónum sem var í bíóvarpinu þegar við vorum með Obi-Wan þáttinn þú mættir og svo leiðis urðaðir yfir Obi-Wan Ég reyna að jákvæða núna Mér finnst þetta ár hafi verið mjög misöfna Já, í sjónvarpi bara og í bíó Bæði þegar kemur á sjónvarpsseríum og
bíómyndum. Holy shit. Allavega, ég náttúrulega mest svona Hollywood gæi, þannig að ég kannski alltaf bandistefni. Ég ekki mikið á RÚV að fara í gegnum eitthvað norræna seríu. Ég ekki draga úr þeirra gæðum. Nei, það bara ekki fyrir alla, sko. Nei, og líka bara maður hefur ákveðið tíma á daginn og ég fer þá meira í eitthvað sem nær mínu áhuga sig. En ég búin að rosalega vonbrigðum með margar af þessum seríum sem koma út í ár eins og Last of Us Season 2 finnst mér drasl og ég elskaði töluleikina, ég spila báðleikina, geðveikir og mér varst fyrst sér mjög góð, 2 drasl. Það var einhvern veginn, það var smá málmanna, hún hefði ekki verið nógu góð sko. Drasl. Þannig að það sem að ég hef alveg að horfa á í dag, ég eitthvað að reyna að horfa á nýja myndir, ég halnaði með Jay Kelly á Netflix eftir Noah Baumbach. Já, það Sandler og George Clooney. Clooney. Ógeðslega skrítin mynd. Ég ekki eins og búin að heyra þessari mynd, það skrítið það? Já, hún nýkomin. Hún nýkomin, ok. Það er ekki að vinna með professor emeritus í Adam Sandler fræðum. Jú, hann reyndar á Ítalíu núna. Já. En þetta er rosa skrítin mynd, því hún hundleðilega samt svona pínu skemmtileg líka á saman tíma. Og rosa skrítin mynd. Ég veit ekki hvort ég fíla hana, þarf að klára hana. Svo ég að horfa á með kærustunni The Beast in Me. Ég búið með það frá þessi Claire Danes og Claire Danes. Þetta er svona spennuð þettir, rithöfundur, flytur inn einhver milljónamæringur, fastegna eigandi eitthvað. Við erum hálfum í seríuna og við værum búin ef við værum ballaus. Já. Það er svona tíma. En mér finnst hún skemmtilega, þess að ég er búin að sjá og mér finnst Claire Danes mjög góð. Ég sé þess á TikTok og svona að vera gagnrýnina fyrir eitthvað svona ofleik eða eitthvað svona. En mér finnst hún leika bara svo ógeðslega vel brotta mannis. Já, ég held að það sé nú pointið, sko. Ég er búin með 2,5 þátt, sko. Finnst þetta mjög gott. Mér finnst líka eins og hún að vera smá einhverf og mér finnst hún leika það mjög vel. Já, það er eitthvað að gengja hana, sko. Já. Þegar hún missi barnið sig. Já, traumatísir náttúrulega. Einmitt, þetta eru geggjaðir. Ég var mjög ánægður með Samanlega, en svo hef ég líka bara gamla að segja fyrir því að ég hef aðeins dottið líka aftur inn í anime. Já, ok. Ég er algjörlega blöytur á baku eyrun þar. Já, ég horfði svolítið á því, ég var úlingur. Aðalega kannski svona einhvern anime hasar teiknimyndir, sko. En ég var að detta þess inn í seríunar, ég með núna áskrifta Crunchyroll sem er einn anime streymistöða. Þar eru að tala geggja stöf, sko. Það er allt góð stöfi. Já, allan svo fyrir action-gæðin sem mig. Björn Levi var hjá okkur daginn og var að tala þetta. Að anime væri bara, þarna væri allt að gerast, sko. Það er alveg skemmtilega 90% af þessu einu leiknæmi. Einmitt, við erum alltaf að tala um svona smá svona hnignun Hollywood og svona, það er oft þema hjá okkur. Já, og ég held að kenningin er okkar kenning og við eigum að svolítið ekki, er náttúrulega bara að, sko, standardinni var bara að lækka út af þessu streymisveitum, heldur Netflix-myndum, sko. Og maður tala um þetta í samtöðum bara, One Battle After Another, sem við séum frábær, en það bara allir bara missa sig yfir henni að hún er svo æðisleg. Af því að það er bara meðalmennskan hefur einhvern veginn bara tekið valdi. En það er líka að vinsælsta mynd í bíó í heimi núna þetta ár, langvinsælsta frá Kína, bara einhver kínversk mynd. Já, það er einhver smá. Ertu þreyttur? Okkar maður. Já, ég skil það ekkert eðlilega vel. Nei, það alveg passa við það sem að Hafsteinn var að segja, sko, og ég fekk náttúrulega heimaverkefni núna daginn hjá honum samavinu okkar á Vísi. Ég átti að taka saman 5 bestu myndir þessa árs. Og þetta er, manni finnst, sko, ég er að glíma við þetta, en þetta er meira heldur bara svona eins og listin yfir, sko, 5 tilnefndar til Óskarsverðlauna í erlendu myndakategóríinu, sko. Já, það. Það er Secret Agent, brasilíska myndin, svo þarna Stellan í Skarsgård í Sentimental Value. Já, einmitt. Og eitthvað meira bara það hendinga amerísk Hollywoodmynd sé þarna, sko. Og ég er eins og Hafsteinn, ég er Hollywoodmaður og mér finnst myndir, sko, við mæli gæðin eftir hvað er margir drefnir og hvernig, sko. Ég skil það. Ég mynd bara... Það er eitthvað í gangi, en þetta er mjög, en hins vegar náttúrulega, þetta eru fína myndir, þessar útlensku. En gallin við þetta myndi ég segja líka, ég horfði mjög áhört podcast við Justin Bateman, sem er systir Jason Bateman. Einmitt, já, það hlaut að vera. Hún er kvikmyndagerðarmaður, kvikmyndagerðarkona. Og hún var að tala kom áhæra punkt. Gallin við þetta í dag ef við lítum til það sem er að gerast núna, Netflix er að fara að kaupa Warner Bros. Þetta eru hræðilega fréttir. Þetta eru rosaleg tíðindi. Þú ert með 100 ára gamalt stúdíó sem Warner Bros. Sem eru alveg bara rótgróð, hefur búið að gera alls konar bíómyndir gegnum tíðina og tekið milljón sjansa, gefa alls konar liði tækifæri, hafa staðið þéttu baki á ákveðnum listamönnum, Stanley Kubrick, Clint Eastwood og svona, gerða líka úr Nolan sín tíma, Christopher Nolan. Og núna er streymisveita
sem einu bara tech fyrirtæki myndi ég segja, að fara að kaupa Warner Brothers líklega, Paramount eitthvað að berjast við á. En væri það nokkuð samt, sko, þetta er skelfilegt, sko, hvernig þetta raðast á allt á sama stað, sko. En þess að hún var að tala Justin Bateman, það var mjög áhugavert í þessu podcasti, hún var að tala að gallin í gamla daga, þú varst með þessi gamlu stúdíu, Paramount, Warner Brothers, Fox, bara Universal, þessu gamlu stúdíu, businessin þeirra voru bíómyndir. Það skipti þá svo miklu máli að gæðin væri góð. Þannig að þú færi kannski aftur á myndina, þú myndir segja fjölskyldinu frá myndinni, þú kannski færi, ég sá Shawshank Redemption hérna í gær, geggjum maður. Svo fara fleiri word of mouth, þú jafnvel færi hana aftur, þú kaupir hana á Wafas, kaupir hana á DFD. En í dag, þú ert með tech fyrirtæki. Hvað heldur að skipti Apple ykkur, það skiptir ekki raskat máli hvort að seríunum gangi vel ef þeir eru að selja iPhone. Amazon heldur að skipta á einhverju máli hvort að það bói sé góð eða ekki. Þeir eru að selja sko vöru bara Amazon.com. En svo smá munar bara til þess að flækja það. Ég skil náttúrulega upp á hárkárt að menna en eins og með Netflix og Apple, það er eins og Apple hafa ákveðið að gera bara samt gott sjónvarpsefni. Er það ekki? Ég bara, mér finnst oft eins og bara allar seríur séu geðveikar sem eru Apple. En svo þegar þeir eru bara framlega bíómyndir, þá er það svona eitthvað Napoleon og eitthvað dót sem að gladdi þið nú eitthvað. Já, nei, einmitt, svo er bíómyndar, einmitt, já. Eða Instigator, með Matt Damon og Casey Affleck, þú veist, maður horfður á hana og þú múið gleyma þér bara klukkum að setna. Kannski stöngi á mér orðan svona lág, sko, þú veist, gæða hérna, bara það sem maður býst við. Já, það þú bara vanur í dag, þess að ég hugsa með svo ungt fólk, ég var að ræða pappa minn daginn, að við erum báðið kvikmyndaámenn. Ef þú væri bara í þetta McDonald's alltaf daga, eða eitthvað annað skyndibita, kanntu þá að meta góða máltíð? Akkurat. Ef þú þekki bara þetta, og mjög ungt fólk, það er bara að horfa á Netflix, og Netflix, bransinu Netflix er alltaf bara quantity over quality. Akkurat. Þeir framleiða eitthvað, og hvort sem er gott eða ekki, það skiptir ekki öllu máli, að þú ert áskrifandi, og það kemur bara eitthvað nýtt eftir 3 daga, sem kannski hittir í markið þér, kannski ekki. Þetta er business model í dag, og þetta er fyrirtæki sem er svo að kaupa Warner Brothers. Þetta er gæin, ég held að vera... Og Warner Brothers á náttúrulega HBO, alls konar dót, DC, allt þetta dót. Já, þetta er ekki gott, en svo náttúrulega gott, sko, Donald Trump er náttúrulega svona, með eitthvað smá jásendur, sko, og samt skiptir kannski ekki mál hvort þessi Paramount eða Netflix, þetta eru eini sérstakki vinni mínir, sko. Hér eru við með eitthvað svo samkeppis eftirlit, að breyt kallarna, já, nei, þið eru leiðilegir, þetta er alveg... En ég meina það verður af þessu, ég meina Disney kaupir Fox á sínum tíma og þið sjá líka hvað er að gerast. Ég meina Amazon kaupa MGM á sínum tíma, þannig að þeir eiga Bond. Amazon er með James Bond. Hvernig haldið að það verður? Ég meina allar fréttir bara af sko plönum benda til þess að Bond mun ekki lifa þetta af, sko. Eða hann þolir, þetta ger út af hann, held ég. Þetta er búið. Já, það er bara búið. Þetta er búið. Þetta er svo eitt vinur minn, Teitur, sem er fastakestur í podcastinu. Hann hefði komið þá kenningu. Hlíti mig að segja þetta nú óbyrlega. Mann eitthvað sætti í podcastuna hann er með þá kenningu. Amazon setur þvílíkt púður í fyrstu myndina. Það tala um að Denis Villeneuve allar leikstinni, sem er mjög spennandi. Þetta þvílíkt púður í hana og svo verður þetta bara. Svo fáum við bara svona Moneypenny seríat. Það er alltaf leiðin. Það er alltaf að vera að skipleika það núna. Alls konar seríur og eitthvað dót. Þetta lofar ekki góð. En herðu, ef við ekki að fara að vinda okkur í bíóblæðrið? Ég er ekkert eðlilega spenntur, sko. Herru, þetta er í... Þú er farin að ókýrast. Já, bestur. Vistu sér að pína nú að batið? Vá, maður. Hann er búin að hinga til að vera nú þurft að líða minnst, sko, af þessum blaðamannabönnum mínum, sko. Er það? Já. En sko, býtu nú við erum að tala um hvað geta margir spila. Þetta er bara eins margir á viltirunni. Já, tveira fleiri, þetta er náttúrulega bara spurningar. Þetta er þess að 1000 spurningar. Það var svona markmið hjá mér að gera 1000 spurningar. Það var aðeins erfæður en ég held. Svona settist niður og gerði það. En það gekk svo sem upp og ég skipti svona í 3 bunka. Bíóaðdáandi. Það er svona léttasti bunkin. Það er minn bunki. Það er þinn bunki. Svo erum við bíónörd. Svona, komið aðeins erfæðari. Og svo verður með sko bíógóðsum. Já, bunkinars tóta. Bunkinars tóta. Og það er svo séð hérna, svona óskarsvöldin stitta hérna. Þegar þú veist þetta, þá ertu góður. Og þetta eru 8 flokkar. Almennar spurningar. Svo bara eitt sem heitir bara veldur rétt. Þá ertu að velja 4 mögulegum svörum. Íslenskt, ég var að hafa það með. Íþróttamyndir. Það er enginn sem fattar af hverju ég gerði það. Ég gerði það pjúra fyrir sjálf á mig. Já, þetta er eins og það eru svona appelsinu spurningar þegar Trivial Pursuit, það er alltaf sem ég gemdi þá til síðan, sko. Og svo erum við 90s, ég er svo mikil 90s kall. Leikstjórar, úr hvað myndir þessi lína og ártöl.
Hálftölu, þetta Ég ekki elska Ártölin, þau fóru nú ykkur með okkur í bíóblaðarkeppnum daginn. Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun með skoðunastöðvar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. Herðu, getum við tekið eitthvað svona sprettkeppni ég og Tóti hvað er að miða við, hvað er fólk almennt að miða, ertu með eitthvað svona reglu með í þessu, það sem er fólk að miða við eitthvað, gefur fólk alveg svona frjálsar hendur bara? Já, ég hugsa með mér bara eins og þegar ég að spila eins og til dæmis pubquiz með fjölskyldunni. Já, quizi eftir hann Björn Braga? Já, eftir Björn Braga. Algjör, snilt, það spil. Frábært spil. Já. Það er mjög einfalt líka sem ég fíla sko. En við höfum öll bara eitthvað svona 10 umferðir og við erum alltaf ekki að gera það núna en ég sá fyrir mig kannski að fólk tæki eins og í mínu spili að þetta eru 8 spurningar 8 flokkar í 3 bunkum á mann ég sá fyrir mig kannski svona allavega 2 umferðir það var svona lágmark finnst mér ég hugsa ef ég var að spila það komið verið mér þá fari ég allan svona 5-10 Þú myndir taka svona 500 spurningar ekki á einu kvöldi Ekki alveg, það er ekki svolítið En þið segir til, við getum líka tekið, þú veist Ég segi við tökum allan svona sprettkeppni 1-2 spjald á mann eða eitthvað Er þetta ekki sprettkeppni, fyrstur upp í 5 stig? Er það too much, stótið? Já, nei, byrjum alltaf bara reynum að ná samt úr hverju spjald 4 tegundir af spjaldum Já, þannig að þetta er 3 tegundir þannig að þú vilt fá öll spjöldin, allavega 1 af hverju Já, ok Vilja, á ég að draga bara drögum random Já Og við ætlum að byrja í léttasta flóknum Byrjum að léttasta og byrja að tótið það Já, það ekki bara, látum Tóti byrja Það er sett flokkurinn bíó aðdáðandi Já, léttasti Bíó aðdáðandi Tóti, almenna spurningar Hver lék Indiana Jones í Raiders of the Lost Ark? Harrison Ford Já, þessi fyrir Tóti er alltaf skýtlega Ég held að þetta var bara trick question Þetta er létt En það vitið ekki allir Nei Oddur hefur með þetta Ég hefur með þetta, 100% Ok, næsta er svona aðeins meira trikki en þú fær valmöguleika Hasarmyndin Konstantín kom út árið 2005 en í myndinni lék Keanu Reeves titil hlutverkið djöfla við hann Konstantín Hvert er fyrra nafn hans? John Konstantín Já, Tóti þarf ekki eins og valmöguleika Hefðu þú vitað þetta? Nei, ég hef ekki vitað þetta Þarna var ég með Bill, Bruce, John eða Casey Þetta er John Konstantín Ég hefði ekki vitað þetta sko Það er því miður Þetta er mitt bein Þú veist, ég er alveg kvikmynda aðdáandi og áhuga maður og allt þetta en maður veit ekki allt Þetta líka byggir á myndasög sko þannig að ég er með tvöfald sko og lesi bækurna líka Þannig að ég vissalega tókum við þetta Ok, höldum áfram Höldum þessu gangandi Tóti? Jó Íslenskt Já þú þekki svo mikið þekkir fullt að liði í þessum bransa þá ættir okay. Og þetta á að vera svona miðlungserfitt Glæpa spennumyndin Kontraband með Mark Wahlberg í aðalhlutverki kom út árið 2012 en myndin er endurgerð af íslenskri kvikmynd sem kom út árið 2008 Það er ekki að gráta þetta Sko? Þetta vissi ég líka Varst þú með þetta, Dóttur? Já, sjálfs Þarna er þú kannski að byrja Þetta er baltamar Þú hefur byrjað að fengja Indiana Jones þessa Markar sko upp Hollywood-ferli Ólaf Starra sem er þarna í minna hlutverki sko. Alveg, já, það var þannig Það er svo gaman, Tóti kemur með svona trivja með Nefnilega, hann nefnilega veitir það allt saman Ok, það var komað flokknum sem þú myndir vilja gera síðast Tóti, íþróttamennir Já, ok Ég hef náttúrulega svakalega gaman íþróttamennum, ég elska það Hvaða íþrótt er í forgrunni í myndinni The Way Back með Ben Affleck í aðalhlutverki? Það ræðast nú allt saman sko ég bara veit ekki sem hvaða myndið er en það lítur að vera ekki bara hafnabolti Hafnabolti er rámt veist þú, Dóttur? Býtu hver er spurningin? Það varst ekki svona hlust Jú, ég bara sann að segja Það er eitthvað mynd með Ben Affleck sem heitir The Way Back The Way Back, hún er ekki sem það gömul ég held sem 2020 eða eitthvað Með hverjum? Með Ben Affleck Með Ben Affleck Hvaða íþrótt er í forgrunni þar? Új, hvað er þetta pyrrandi? En eins og þessi spurning Þið geta alltaf tekið þátt Já. Þið þekki alltaf Nefnilega Ég held að segja fótbolti Þetta er körfubolti Já, auðvitað
Tóti, 90 spurning. Hvað heitir fyrsta framhaldsmynd Jurassic Park? The Lost World. Það yeah. Ég hef ekki skáð þetta líka. Herðu, við förum núna í þetta er það sem ég kalla alvörstöf. Já, nú er það þungu. Þetta er svona Þyngstu. Þú þarft að vera svolítið nörd. Þetta er góðsögn. Tóti, leikstjórar. Hver leikstýrði Something's Gotta Give sem kom út árið 2003? Ég mun ekki róta því upp. En þú veist samt hvað myndið þetta er? Já. Mér líður að ég veit þetta en ég man þetta Ég ekki. skal gefa þér 100 skall í peningum og ég svara þess. Ok. Hún heitir Nancy Myers. Já, einmitt. Já. Nokkuð þekkt. Fullvering á nafni. Þekkt. Já, fullvering á nafni. Það er bara. Ok, Tóti, nú kemur við setningu eða setningar og bíómynd. Úr hvaða mynd er þessi lína? You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world. Nei, ég passa það. Úr hvað mynd er þessi lína? Pulp Fiction. Þetta er Fight Club. Ég vissi að þetta væri ykkur. Sorry, Gucci. Ég vissi að þetta væri ykkur svona. Svona mynd. Já, svona mynd, sko. Ég gæti trú að Tóti sem er næstu. Aha, ok. En eins og segi, þetta er erfasta spjaldi. Þetta er hugsað fyrir nördana. Ártöl, hvaða ár kom Deliverance eftir John Boorman út? 72. Vel gert, Tóti. Já! Ég vissi þetta ekki. Eðli málsins okkar. En hann stóð sér mjög vel. Stóð sér ekki að tala. Hvað var þetta mörg stegi sem hann fekk hann? Varst þú ekki að telja? Nei, ég var ekki að tala. Sorry. Ég gata á 3 spurningum. Þannig að það er auðveldur. Þú ert þá með 5. Já. Hann er með 5 Já, stig. ekki 3 sem klikku. Ok. Og ég ekki að reyna. Ég ekki að láta mig reyna. Óttu, þú verður að taka það. Þetta er sprettkeppnin. Ég verð að vera með til að geta unnið. Ok, við byrjum í léttasta. Já. Ok. En svo spurning hversu léttir finnst þetta? Já. Almenna spurningar. Óttu tilbúin. Þetta verður, ef ég geti þetta ekki, þá verður þetta niðurlag, sko. Hvað þú getur Ég mun þurfa að hætta bara. Það verður að hætta með Já, ég var að hætta með. Það verður að vera eitt bara, við fá gussa með sér í staðin. Hver lék Sophia í John Wick Chapter 3 Parabellum? Holy shit, maður. John Wick. Byrju, ég sá John Wick 3. Er ekki John Wick 3, eða? Jú. Ég sá þessa mynd. Byrju, fekk hún ekki sér mynd, svo það? Veistu, ég hjálpa þér. Þetta er mjög fræ leikur. Anna de Armas, hann. Nei. Lucy Lou. Halle Berry. Já, Halle Var ekki Lucy Lou í einhverja? Nei, ekki. Það var þetta síðasti þáttina þar sem ég verð einhvers konar þáttastjórnandi í 2 og 2. Ótur, Já. þú áttu við þessu næst. Ok. Þetta er ennþá í létta. Þetta er ennþá í létta. Ok. Come on. Ok. Og ég að finna annars Þetta er erfitt léttuspjald. Þú var að spyrja Harrison Ford. Indiana Halle Jones. Berry er fræg og John Wick 3 er tildra nýbúinum bíó. Allavega. Já. Þú fara að velja núna. Ok. Þannig að þú fær valmöguleika, Ótur. Ok. Kláraðu titilinn á þessari kvikmynd frá árinu 2007. Hlustaði vel. Walk Hard, The A. Dewey Cox Story, B. John Hart Story, C. Penny Bass Story, D. Dante Furr Story. Herru, sem betur fyrir er þetta á mínum líftíma, þannig ég man þetta. Þetta er Dewey Cox Story. Þetta er Dewey Sem betur fyrir, þetta er þarna grínmið að vera ekki að grína Walk the Line, ekki? Þetta er John C. Reilly. Já, John C. Reilly, jú. Þarna sem betur fyrir. Herru, ég kom með 1. Vel gert. Ég er aldrei, Tóti klúraði einhver líka, en ég get náðu þessu líka. Merkjakossi, 1, já, vel gert. Ég er tilbúin. Nú eru komin í miðlungs. Þetta er svona aðeins erfara. Bíónörd, ok. Bíónörd. Okay. Íslenskt. Ok. Stella í Orlofi kom út árið 1986 en árið 2002 kom út framhaldsmyndarinnar. Hvað heitir svo? Stella í frambúði. Wow, hvað ég fegin og því, sko, í Stelli Orlofi, þekking mín á þeirri mynd, hún er ekki mikil, hún er ekki góð. Ég held í alveg að þetta var að fara að vera eitthvað svona niðurlæðingar. Var þetta auðvitað spurning heldur en Halle Berry? Já, þetta var auðvitað. Af því ég vissi þetta, sko. Já, flókið, sko, John Wick, þetta er náttúrulega 4 myndir og svo rugglast þetta Já, ég rugglast á 3. og 4. myndinni. Já. Þú veist líka að ruggla saman sko ballerínu myndinni. Já, það var engin annar til Aramas þarna í John Wick. Nei, hún var í ballerínu, einmitt. Það er ok, ég er tilbúin næstu. Ertu viss? Já. Ótur. Er þetta fara að vera niðurlæðinga? Nei, þetta er út í bullandi varnabaratu. Ég hef komið 2. Í íþróttamyndir. Ok, geðu veikt. Hvað heitir leikkonan
sem leik glímukonna Saraya Knight í grín dramamyndinni Fighting with my family? Ég hef aldrei heyrt þessa mynd. Ég hef aldrei heyrt hana. Ég var eina vísbendingu. The Rock. Nei, nú fær hann ekki strik. Hann var svona cameo. Þetta er ekki góð mynd. Hann getur ekki svara rétt. Oh my god. Hvaða leikona. Og hún er búin að slá svolítið í gegn þessi leikona. Já. Það var svolítið svona, kannski með hennar svona fyrstu alvöru. Ég ætla bara að segja að mér finnst þetta gott gisk, þetta er heiðalegt gisk, þetta er ekki rétt, en ég ætla samt að segja þetta. Jennifer Lawrence. Ekki Jennifer Lawrence, tóttir þú með það? Nei, þannig ég bara veit ekki hvað. Ég ætla ekki að segja strax. Ég ætla ekki að aðra vísbendingu. Þessi leikona leik aðalhlutverkið í Midsommar, rílsmyndinni. Þetta er Florence Pugh. Eina þínum uppáhald. Florence Pugh. Jesús, þetta er ég átt að vita. Þetta átt að vita. Því að þú veist þetta ekki, þá veit ég að Tóti veit þetta. Ok. 90 spurning. Hver leik Malcolm X í samnefndri kvikmynd? Denzel Washington. Já! Oddur! Vá, maður er komið þrjú stig. Ég get náttúrulega náð Tóta. Ég er ennþá í bullandi baráttu. Er ekki 3 spurningar eftir það? Nú erum við komin í erfæsla. Og veistu það? Þetta er held í nokkuð viðræðanlegt fyrir þig. Yes. Ég er að draga, fólk sér ekki, en ég er að draga brekva. Ég er svo peppar í þetta. Wow, ok, peppar. Leikstjórar. Ok, já, hvað er með það? Sko máli persónulega, ég elskar leikstjórspurningar og ártalsspurningar. En þessu spurningan áðan, sko, fullri vinningu fyrir Nancy. Bara. Erfið. Já, mjög erfið, sko. Ég verið með hana samt. Já, við erum líka erfið að kapla hana núna, sko. Erfiðasta. Já. Þetta er eins og segja, ég endurtök, þetta er fyrir nördana. Já. Að ég get sagt þetta, ef ég myndi kaupa bíómyndaspil, persónulega, og það væri allt bara, ég geti bara allt. Það væri ekki gaman, það væri erfið líka. Smá erfið. Leikstjórar, hver leikstýrði Lost in Translation sem kom út árið 2003? Ég gæti... Hefur þú séð þessa mynd? Já, sko, nei, en ég veit rosalega mikið hana og ég á að vitna upp á hár hver leikstýrði hérna, sko. Þetta er náttúrulega, okkar maður sem er í henni, hann, aðal maðurinn grínistinn. Bill Murray? Já, Bill Murray. Og ég á 100% að vita, ég veit hvað leikstjórinn heitir, sko. En af því ég þarf að muna akkurat núna, þá mann ég ekki. Erst þú með Tóti? Sofía Coppola. Oddur, þetta er réttið Tóti. Þetta er niðurleg 6, staðan er 6-3. Veistu það? Nú er ekki sens. Ég held að, ég ætla ekki að setja pressa þig, ég held að þú viti næstu 2. Ok. Þannig að ég get endað 6-5. Úr hvaða mynd er þessi lína? Hasta la vista, baby. Come on. Hvað er þetta ekki Terminator? Terminator 2. Judgment Day. Þetta er svo með litlu bundin. Meira. En sjá það núna, það er ártalsspurning. Og ég veit að þú ert mikill Star Wars maður. Sjá hvað þú ert heppin, Oddur. Já, ok. Hvaða ár kom Star Wars episode 7 The Force Awakens eftir J.J. Abrams út? 2017. 15. Hvað er annur? Oddur! Þetta var Star Wars spurning! Já, þetta er hvað er þetta? Er þetta ekki síkvölin? Oddur Ég var nú bara, hvernig gæti ég klúra þessu? Ég trú ekki að sé svona langt síðan. Ég held ég var að gera það stig. Hvað, var þetta ekki 15? Jú. Ég þurfti alltaf að svara Tóta, þetta var auðvitað rétt í honum. Tóti tók þetta 7-3. Niðurlangin heldur áfram. En það að þú fyrst þig, þú komst á blað. Þetta er ekkert eðlilega skemmtilega spurninga. Ég er nefnilega sammála því að svo er svo gaman þegar maður veit ekki eitthvað og fær að heyra, þú veist. Já, því að tilgangur var líka þetta með þessu, eða einhverju fjölskyldu að vina okkur að spila. Já. Og eins og núna þetta skiptið, þú segir, 2007, þú segir stóðin, þetta er 2015. Nei, bara að því þú veist þá líka að læra, skilur þú, eins og með Nancy Myers gerði Something's Gotta Give. Nei, þegar þú veist, ég veit ekki hversu langt í síðan að maður sá munið eftir tísetnum, fyrsta tísetnum úr þessari mynd. Er það ekki bara einhver vinsalisti tísa sem hefur verið gefin út fyrir Force Awakens, þú veist, þegar maður sér þetta geislasverð og maður veit ekkert meira, þetta skrýtna geislasverð sem maður Kylo Ren var með. Það er 10 ár síðan. Ég bara trúi ekki að þessi svona, með þess að 11 ára ekki, ég held að tísinni kom út 2014, sko, jólinn 2014. Já, en ég er að tala um myndinu sjálf. Já. Þetta er ótrúlega, sko. Þetta er galið. Býtu, og það er hægt að fá þetta spil, Hafsteinn, í Hagkaup og biobladur.is. Nei, ég er ekki með svoleiðis. Auðvitað er alltaf að senda mér samt skilabóð á biobladurs Instagram síðan. Ég mæla að fólk farið þangað. Ég
fylgjum við þar, ég nokkuð duglegur frá þá síðu, alltaf að setja eitthvað í story setti til í spilafunum geðugt A4 einmitt, spilafunir og í sjoppunni, það lítil verslun lítil sæt verslun fyrir norðan sjoppan maður gæðir sem með þá búð, þetta Almar það að gefa hún sjátt hann hafði samband mig í alvörunni? Hann aðdáandi podcastins í alvörunni? og hann sagði bara, mér okkar að selja spilið í búðinu minni ég sagði, það bara gegja þannig að þeir sem eru fyrir norðan endilega, kíkja Almar í sjoppu Nei, sko, núna ég ándrikstástand ég er að kreyfa meira út af því mér fannst þetta bara, þú veist sérstaklega þessi Star Wars spurning, hún fór algjörlega undir mæ mjög skemmtilegt og einmitt eins og segir sko, það er hægt að læra þessu hvernig gat ég glemt því hvernig Force Awakens þú veist, það ekki það margar Star Wars myndir nei, þú veist, þetta rugla, en málið að allar þessar sequels út af því að mér fannst setni tvær vera svo mikil vonbrigði Last Jedi af þessum sequels ég nefnilega var eitthvað peppar eftir Force Awakens ég var samt í fílu eftir Force Awakens mér fannst hún svo vera alveg sem New Hope og ég var í fílu út af því svo var ég einhvern veginn í fílu út í Last Jedi fyrir að reyna að prófa eitthvað nýtt og hvernig hún prófaði eitthvað nýtt og þú veist ég konstaði þá að ég er toxic Star Wars aðdáandi ég verða alltaf í fílu en þeir að gera okkur að toxic Star Wars aðdáandi með því að framlega drast ég vil að þeir anda kom út Herru, það var enginn að væli við því en horfður á Acolyte ég horfði á fyrsta horfður á meira rusl þetta rusl mér fannst þetta alltaf leið jésús maður ég get því mér finnst það svo lélega mér finnst það gæðvitt að fá því þátt svo trekkir maður þið bara upp ég að reyna vandum ég að reyna að vera aðeins jákvæðari og ég oftast í mínu podcasti þá ég að fjalla eitthvað sem ég fíla gaman að en auðvitað alveg gamast að drulli yfir eitthvað en ég er svona eins og ég reyna að sjá hvað ég reyna en hvað mynd núna hvað mynd á þessu ári fannst þið best svona, eina af þessum Hollywood myndir sem kom í bíó ég sá 2 myndir sem ég var ánægð með restin voru vonbrigði hvað myndir voru það? Það var ekki One Battle of the North það varst ekki hrifin af henni? Nei, hún var vonbrigði af hverju var hún vonbrigði? Hvað, höfum við 40 myndir að talaði það? Við hefum nokkra myndir hún var vonbrigði hvað fannst þér helst alls ekki léleg það var kannski bjóstuð miklu því að náttúrulega það var svona myndir sem allir voru að tala einhvern veginn já, ekki bara það nei, ég var ekkert með eitthvað brjálega kröfu ég vissi til dæmis ekki eins og hvað var myndin ég var búin að forast alltaf trailera mjög gaman að gera það stundum ég er náttúrulega mikið nörd og ég er alltaf að horfa trailera og lesa myndir og svona það fannst mér gaman ekkert, ég var búin að ákveða það að nýjasta PTA myndir, þá myndi ég ekki að horfa á neitt veist, ég sá kannski ekkert lítinn teaser en ég var ekkert að eldast við það þú varst aðdáandi hans, leikstur hans ég er búin að sjá ég átti að sjá Licorice Pizza en ég er búin að sjá restana ég gerði mig þátt hann í podcastunum mínu það var svona 2-parter það var að fara yfir á Arnóri gesturinn mín fyrir með myndin hans mínar uppáðs Paul Thomas Anderson myndir eru There Will Be Blood, Boogie Nights og Magnolia mér finnst það alveg bera af sko en þessi mynd svona bjóstu ykkur algjörðu veislu Leonardo DiCaprio náttúrulega aðalhutverki mér fannst bara, svona í stuttumáli mér varst vant upp á eitthvað karaktera mér er alveg saman allt sem gerist þér mynd mér er saman allir sem mynd mér er saman hvað sem myndi hitta dóttisnum aftur mér er saman hvað myndi aldrei hitta hana mér er saman Sean Penn karakterinn ég hefði gaman Sean Penn, hann er náttúrulega vissilega afleggja myndinni en ég hefði gaman á hann mér er mjög skemmtileg mér varst Chase Infinity æðisleg unga stelpa sem leikur aðaltiki hún var stjarnarugla ég vona það flott stelpa og mjög góð inni ég elska Leo í eitthvað svona gríndóti hann er mjög mikið gríndi hann þarf að fá full-blown grínmynd af því að hann er drullu fyndin sko. hann er bara einhvern Wolf of Wall Street þessari, hann er bara fyndin hann er þess að fyndin og köflum bara í Django þó þessi leika akkurat mér varst tónlistin óþólandi það er eitthvað svona píjónaskor ég verði alltaf fokk í myndina og það sem truflaði mig kannski mest ég fattaði ekki hvað leikstjórinn var að segja með þessum mynd ég fattaði ekki, ég veit ekki hvað hann er að segja var þetta var einhvers konar ádela sem er að gerast núna einhvern veginn í stjórnmálum Trump tíma eitthvað, já þetta var svona þú veist þetta er kannski áhugi bara margra hvert við erum að fara sem samfélag og eitthvað ég reyna að rauða svolítið langt í þessum mynd ég veit kannski ekki það að spóila en ég fatt ekki alveg svona myndin endar á hvernig þú þróast ég held hún svolítið öðruvísi ég held að myndin, ég hef sagt þetta ég held að myndin myndi fjalla það að DiCaprio karakterinn myndi fatta það þegar hann eignast barn það kemur fram snemmi í myndinni Hæ Guðsi
Já, alveg búið. Geðveikt að vera með. Ég held kannski að hann myndi fatta, þú veist, ok, það er til önnur leið Já. í staðan fyrir að sprengja og hóta fólki, skilur. Einmitt. Að því að leiður svona að sprengja hluti, kveiki hlutum, hóta fólki með vopnum, Einmitt. þá í mínum augum ertu hryðjuverkamaður. Ofbeldi og svona, Já, mér finnst það bara aldrei í boði. Einmitt. En þú veist, svo þegar hvernig myndin endur og svona, þú veist, hún fór ekkit út í þessa sálma, hún fór út í bara er þetta kannski bara eina leið? Er kannski bara sniðugt að ég fatta ekki alveg, það er kannski bara smekksadri en hún hitt ekki alveg markja mér líka á þeim tímabúti var ég bara, þú veist mér finnst það bara kjánlega þessu mynd allt þetta Christmas stóðan, mér finnst það bara kjánlega mér finnst það ekki fyndi Halló Geðveikt að fá innkomu í þáttir maður Þetta er að svara spurningunni Superman og F1 Superman og F1, þú fílaði þær? Já Einmitt, mér fannst það báða mjög skemmtilegar Superman maður velti fyrir sér hversu þú veist James Gunn að því að hann er svona einmitt með svipið þeim oft í myndunum sínum og svona þú veist svipar áherslur sko ég fíla alltaf og nú er hann einmitt woman Supergirl, hún er að fara að koma með nafn sem er eitthvað geðvægt, ég man það ekki right now hún heitir eitthvað svona eitthvað þreföldu eitthvað svona nei, hún heitir bara tagline hún heitir Supergirl já, þetta er tagline þetta er byggt held ég á sögu að miklu leiti sem heitir Woman of Tomorrow já en ég held að hann að tekið það út hún heitir bara Supergirl ég er spenntur henni og mér finnst James Gunn af þessum Superman myndur sem ég hef séð því ég er mikill Superman aðdáandi bara karakterinn mér finnst hann einu sem var nelt karakterinn sko. þetta er það sem ég vil sjá í mínum Superman Ég er 100% sammála, ég náttúrulega hefði ekki meikað meira svona down to earth hérna Superman sem var síðasti Superman sko. það var svona ákveðin þreyta komin í það sko. Já, það er svo mikið svona myrkur og svona edgy dót ég er sammála, eins þegar ég var að Man of Steel til þess, þá vil ég freka þennan svo hann á að vera betra við hann á að vera eitthvað sem lítum upp til og það er líka gaman að það sé létt og skemmtilegt sko. það er svo og svo fílaði ég formúlumyndina ekki dæla vel sko. Við fengum í sumar þá fengum við á Braga og Kristján sem er í pittinum til þess að tala myndina við okkur þeir voru ekki hrifnir af söguþræðinum en þeir voru mjög hrifnir af öllu öðru þessi mynd, sko, ég get alveg trúið fyrir hardcore formúlátondur þetta er alltaf rosalega Hollywood útgáfa af því en það er þessi ég fíla þetta var ekki raunverulegt, þetta var Hollywood útgáfa af því þetta var fálega skemmtilegt sko, sem er það skiptum máli mér varst það svo vel heppnu í því sem hún er að gera þannig að ef ég lítið yfir árið þá eru þetta líklega svona mínar tvær svona uppáhalds af þessum stórum algjörlega en fullt sér að sjá Herru, Hafsteinn, við kannski bara förum að slá botnin í þetta, hleypa Gussa út, hleypa Tóta út. Gussi er nú bara að reyna að brjótast út. Já, Gussi er nú bara, hann er bara farin. Herru, Bíóblaður, hagkaup, fleiri stöðum. A4. Kíkja á þetta, þetta er ekkert eðlilega skemmtilegt. Bara geggjaðar spurningar, bara, einmitt, hvað varstu lengi að semja? Þú sagði þetta 100% áðan, en... Já, ég er búin að vera svona við 9-1,5 ár, ég verð ekki af eitt sjátt ég vil ekki gleyma því. Endilega. Ég gerði spurningar þar eitt og þetta er svona mín hugmynd, þetta spilið en góðu vinur minn, hann Höddi sem kom í podcastið, hann hannaði spilið ég kann ekki eitthvað grafík sko. hann setti upp lúkið hann setti upp spurningarnar og hann vann svolítið með mér í þessu og ég var kannski með stundum of langa spurningar hann bara, ég kemur ekki fyrir að vera að stýta þetta en hann er algjör snillingur Gummi Sósa góða vinnu minn, hann kallaði ekki Gummi Sósa það er ekki ættanafn Gummi Sósa hann lasið þetta yfir, hann er íslensku fræðingur og hann lasið þetta yfir, þannig að ef þið sjá okkur að villur þá er það Gummi að kenna ef þið sjáu það Þetta er eins og smá eins og Óskarsvöldar ég vil þakka fjölskyldunni maður er svo gjarn á að gleyma svona þessi tveir aðalar auðvitað er margir sem hafa hjálpað mér og allt það en þeir tveir voru risastór punktur en að partur af spilinu það er geðugt Herru, við bara þökkum kærlega fyrir komuna við fáum það aftur fljótlega við verðum að tala meira alls konar ég hef kannski komið það framfæri í lokin því að það er búið mér áður og ég er alltaf svo upptekinn ég veit það ég er að vona að batni aðeins á næsta ári því nú eru strákarnir mínútur eldri ég er alltaf til að koma og takk fyrir nákvæmlega Herru, við bara minnum hlustendur á toppfólk með Facebook-hóp fara þangað þökkum Reykjavík fyrir að hýsa okkur minnum fólk á aðalskoðun þetta fór 20% afslátt með minnum 2 á tóttnum og þar til næst við komum með jólaþátt bráðum avatar framöndan áram og gera upp árið og áramótaskaup og alls konar Fastiliðir það er ekki bara Gussi ætlar að drífa sig hann að fara að setja skór út í glugga er jólasveinn að koma í kvöld Gussi? Vá, spennandi
Stekkjastur og kiljagur á morgun geggjað, já, hindaginn menn ég já. Herru, þar til næst verið sæl. 2 á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfum að gera að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun með skoðunastöðvar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur.